gangmiðlu fólks. Innilega til hamingju og sérstaklega þú, Elli. Takk fyrir það. Þetta gekk upp í dag. Já. Hver hvað gerir skeiðið svona skemmtilegt? Já, mér finnst þetta að vera bara óviðdræfið, sko. Jú, hinar gangtegundirnar eru skemmtilegar. Þegar maður kemst upp á bragðið og nær tökum á að útfæra skeiðið rétt eins og á að gera. Og það er mikið tækni í þessu, bara mínum mati bara, mér finnst þetta að vera alveg toppurinn yfir, punkturinn yfir yfir. Óli, þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá þér? Nei. Á það ekki við þig að fá svona lánaða hesta? Nei, ég hugsa ekki. Ég hugsa þessi ekki góð í því. Svo lendi ég nú í því að hann fór í bjólbóðana sér á æfingu. Og þeir eru nú að segja við með strákarnir að það myndi ekki vera neitt mál bara að kæla þetta og myndi þetta ganga, en það var ekki þannig. En ég hugsa þessi betra rosa sem ég þjálfa sjálf. Hafa aðeins meira puttina í þessu? Ég þarf þess bara. Ég er bara þannig knappi. Já, svo er hún að koma inn í þetta með okkur núna. Þetta er bara byrjunin. Þegar hún sagði við mig einu sinni, ég get kennt þér að ánskotan Elli, en það er alveg greinlegt að ég þarf að fá upplýsingar hjá þér hvernig á að gera þetta. Og það stendur til. Þið eru eiginlega alveg fullkomið tím, sko. Já, í þetta sko. Þú séur tæknigreinarnar og grunninn og þetta, og ég sé svo punktinn yfir yfir. Þú gerir Bergur eitthvað líka? Bergur, þú varst nú heldur góður í dag. Flott meirinn. Já, flott, en það mislukkaðist hjá mér. Ég var aðeins svo gráður í niðurhæfingunni og fekk 0 fyrir niðurhæfingunni. Í fyrri? Já, fyrir brettinu. En hvernig fannst þér Elli standa sig? Elli er náttúrulega frábær, sko. Elli er frábær, hann klikkaði. Þetta vissi ég alltaf. Þið eru búin að þjálfa vel? Já, ég var svo yfir mig ánægður þegar mér datt þetta í hug á haustdögum þegar það sveik okkur knappi sem hann var búinn að sem við vorum búin að reikna með. En honum þótti nú liðið okkar ekki nógu fínt og vildi ekki vera með. Fór annað. Og við vorum búin að liggja dálítið undir feldi og hvaða knappa við ættum að finna, og svo datt mér þessi strákur í hug. Og Elka, þegar það hringdi í mig og Laugarnesinu, þá hélt ég fyrst að það var einhver djörn að grínast í mig. Ég held bara að þetta væri síma. Ég sagði, jæja, bara komin alltaf í boltanum bara. Og hann sagði, nei Elli, ég er að meina þetta, ertu til í þetta? Já, ég er til í þetta. Hann svaraði mér strax, það var gaman að því og bara heiður að fá að vera með svona höfðingja með. Og var þetta einhver sérstakur, þú veist, að ná silfurröfnum að... Ég átti eitt takmark í dag, að tapa ekki tvisvar fyrir honum. Nei. Ég sagði bara að því ég var búinn að fara fyrir hann í gæðingaskeiðinu, 1 eða ekki neitt. En þetta var rosa gaman. Það ekki? Mér finnst líka svo gaman hvernig tala strákar, sko. Ég sagði líka, þú veist, strákar, nú takið þið við. Já. Þið stóðu alveg við það. Akkurat. Mér fannst það bara algjörlega frábært, sko. Hún var búinn að standa sig frábærlega og svo tókum við hitt við strákarnir. Já. Unglingavíkina. Já. Það er eins og við sögðum við Bergur þegar við vorum að spjalla að við erum búin að vinna 1 áður en þetta byrjar. Það er hæsti meðalaldurinn. Og ekki orðið það. Unnið það. En það er svolítið gaman að því að hrossin sem eru hérna að keppa eru ymmit mörg hver komið til ára sinna. Já. Klári hjá Dildi 21, minni 15. Ég og helvíti mörg ára eftir. 19? Já, hann er 19. Þeir eru að brenna. Flósi Keldal líka 19. Já. Ekki flóknar við það. Og klárinn hjá hinna, Já. hann er ekki 19. Það er náttúrulega tákn góða meðferð og vandaðri hestamennsku þegar hestarnir endast. Það er ekki bara að finna og láta það sprengja og blómstra, en það er að geta haldið áfram og látið þau þróa sig. Mér finnst það rosalega flott. Þetta er líka kannski svo keppnisgrein þar sem er hægt að þjálfa hestana svona létt og skemmtilega á milli keppnisgreina. Já. Svo náttúrulega þurfa þessi skeiðhestar að vera líka bara mjög góðir reiðhestar eins og hann. Það er svo gaman að þjálfa hann, þetta er svo góður reiðhestur. Ég hef farið með hann til dæmis í aflöki gæðinga í 8.46, í 100 metra 7.9 og svo náttúrulega í gæðingaskeið vel yfir 8 og allar þessar tölur í. Og hann alltaf á síðasta árið, þá gerði hann mig af hestaíþróttamanni spretts. Það var hann. Ég satt hann bara uppi. Já. En þið komið ennþá sterkari líka á næsta árið, eða ekki? Ekki spurning. Þetta er rétt að byrja. Já. Og lokamótið, Jólil, hvað á að gera það?
Ég er með mjög góðan hest í slagdómatolti allavega, að mér finnst. En ég hlakka til, svona eins og ég ætti að hlakka til að fara í slagdómata. Og við erum nú með bara Bergur líka með mjög góðan hest í slagdómatolti og nú Minning, hún kemur í Skeiði og Elli, hann kemur alltaf aftur í Skeiði, sko. Spýttið í gegn. Þannig að ég held að við séum örugglega bara velstemt fyrir lokamóti. Jú, þetta er náttúrulega margfalt betri árangur hjá okkur núna heldur en í fyrra. Þetta er bara búið að vera glæsilegt hjá okkur. Það er búið að vera rosa gaman. Já, og ekki búið. Og ekki búið. Ef við að sleppa Ella í velunafendingu. Já, ég held það. Hann er eitthvað farin að missa aðdeglina. Það vita alveg. Nei, ég hef alveg, hvort ég á að fara með hest. Já. Ég hef aldrei með hest. Nei, á Nei, eftir. ok. Já. Það er margir að vera með helvið hjálminn. Nei. Nei.